Komið í sæl, hér að hefjast málstofa orðaforða nemenda í dönsku. Jeg heter Trine, og jeg flytter min fyrirlestur á dønsku. Okay, så taler jeg dansk herfra. Jeg vil tale om ordforråd og en undersøgelse, jeg har lavet af islandske gymnasieelevers ordforråd på dansk. Først vil jeg lige fortælle lidt om min baggrund for at stå her i dag. Jeg er født og opvokset i Danmark og er uddannet folkeskolelærer, og har først undervist i Danmark, og siden kom jeg til Island, hvor jeg har undervist i folkeskole, indtil 2017, hvor jeg startede på min masters uddannelse på Islands Universitet. Så har jeg undervist på Kvandå fra nytår, og er nu på mentorskolen ved Sund som dansklærer. Det jeg vil tale om i dag, det er selvfølgelig størrelsen på elevernes ordforråd på dansk, når de starter i danskundervisning i gymnasiet. Og det jeg sådan vil komme ind på, det er først emnet sådan overordnet set, og hvad der var min motivation for at vælge det emne. Så vil jeg tale lidt om baggrundsviden om ordforråd, hvordan jeg udviklede testen, og hvordan jeg rent praktisk gennemførte testen. Så vil jeg komme ind på resultaterne af testen, og hvad vi eventuelt kan bruge dem til. Emne og motivation. Emnet var som sagt, hvor stort et ordforråd eleverne har på dansk, når de er i gang med den obligatoriske danskundervisning i gymnasiet. Motivationen kom blandt andet fra et foredrag, jeg var til på MHAV, som var arrangeret af STIL, som egentlig var for engelsklærere, hvor de talte om undervisning i akademisk ordforråd på gymnasiet. Og det var lidt en åbenbaring for mig, fordi jeg vidste ikke, at der fandtes frekvenslister blandt andet, og jeg havde ikke kendskab til den store ordforrådsforskning, der fandtes på engelsk. Så som dansklærer begyndte jeg selvfølgelig straks at tænke, hvor står vi i dansk til sammenligning? Fordi i et land som Island, hvor man underviser i de to fremmedsprog, dansk og engelsk, så kan man ikke undgå at sammenligne de to sprog. Og det fik mig så også til at tænke på, hvad er det for et ordforråd, eleverne har mest gavn af, at man arbejder med i danskundervisningen? Og giver det overhovedet mening at tænke på akademisk ordforråd i danskundervisningen? Og kan eleverne løse de opgaver, vi stiller dem over for i danskundervisningen, og som vi forventer, at de kan løse med det ordforråd, som de rent faktisk har? En anden ting var også, at jeg havde en kollega på den folkeskole, som jeg underviste i her i Island, som var engelsklærer, og hun talte tit om, at eleverne ligesom overvurderede deres egne kundskaber i engelsk, hvor min oplevelse som dansklærer var, at eleverne tit sagde, jamen jeg kan ikke noget på dansk. Så det var også en del af motivationen for det her emne. Og nu er det jo ordforråd, vi taler om i dag, og jeg synes, det her citat her af Wilkins er meget sigende for emnet, og det er, at uden grammatik kan vi kun udtrykke meget lidt, men uden ordforråd kan vi intet udtrykke. Og det synes jeg er en fin indledning til det her emne. Så vil jeg gå i gang med selve undersøgelsen, men først skal vi lige have lidt baggrundsviden om, altså for at kunne lave den undersøgelse, så bliver man nødt til at finde ud af, hvad tæller som et ord. Og i engelsk kontekst, der opererer man meget med ordfamilier, hvorimod i en dansk og nordisk kontekst taler man meget om lemmaer. Og lemma er altså den kollektive betegnelse for ordets grundform samt bøjningsformer, hvorimod ordfamilier er den kollektive betegnelse for ordets grundformer samt bøjningsformer, og de afledte former af ordet, som har den samme betydning. Og det betyder, at ordfamilier er sådan et lidt mere vidt begreb, og det kan være svært at beslutte, hvor meget skal være med i en ordfamilie. Så det kan være svært at sætte grænsen for, hvad der afgrænser den enkelte ordfamilie. Og derefter kan det jo også være meget svært at beslutte, altså at udlede, hvor stort et ordforråd eleverne har, hvis man kigger på ordfamilie, fordi det afhænger af, hvor stor ordfamilien er. Men i hvert fald, i den her undersøgelse har jeg beskæftiget mig med lemmaer, også fordi at de frekvenslister, der er på dansk, er regnet i lemmaer, eller talt i lemmaer. En anden ting, man skal overveje, før man kan undersøge, hvor stort et ordforråd eleverne er, det er, hvornår kender man egentlig et ord? Altså skal man både kunne udtale det, skal man vide, hvordan det staves, skal man vide, hvordan det bøjes, og skal man også vide, hvornår og hvordan man kan bruge det, og eventuelt, hvornår man slet ikke kan bruge ordet. Men altså ofte så er der sådan 3 dimensioner, man taler om i forbindelse med ordforrådsviden. Og det er, hvor mange ord sprogbrugeren kender, det vil sige kvantitet,
hvor godt sprogbrugeren kender det enkelte ord, det vil sige kvalitet, og hvor godt sprogbrugeren kan bruge ordene i kommunikation, det vil sige kontrol. Men i den her opgave, eller den her undersøgelse, der er det primært kvantitet, jeg har beskæftiget mig med. Så er der frekvenslister og akademiske ordlister. Som tidligere sagt, så er der i engelsk en meget stor forskning og mange typer eller udgaver af ordlister. Altså både inden for akademiske ord, men også for frekvensordlister. På dansk, som jo er et meget mindre sprog, der har vi også flere forskellige lister, men den liste, som jeg har brugt her, som er den som er baseret på det mest omfattende materiale, er baseret på 880 millioner ords tekst. Og den indeholder 10.000 lemmaer, og tekstmaterialet det er baseret på nyhedsstof fra 2006 til 2016. Hvad angår akademisk ordliste på dansk, så er den under udarbejdelse. Og det samme gør sig gældende i Norge og Sverige. Jeg kan ikke helt huske, om de er færdige, eller de er under udarbejdelse. I hvert fald noget, man arbejder på, hvis de ikke allerede er kommet. Frekvenslister, for lige at forklare, hvad det handler om, så er det sådan, at man laver simpelthen en optælling af ordmaterialet, og så siger man, at det ord, som er allermest brugt i sproget, det får plads nummer 1, eller det er nummer 1. Det næstmest brugte ord i sproget er nummer 2, og så videre. Og så de første 1000, altså det første 1000 ords niveau, det er altså de mest brugte 1000 ord i sproget. Og det andet 1000 ords niveau er så ord nummer 1001 til 2000, og så videre. Så er der en anden ting, som er interessant i den her sammenhæng, og det er dækningsgrad. Man taler tit om 2 forskellige grænseværdier, og den ene er 95% grænsen. Og det vil sige, at så er der 95% af ordene, som er kendte for eleveren eller læseren. Men det medfører jo så også, at der er 5%, som er ukendte. Og sådan rent lavpraktisk, så betyder det, at hver 20. ord cirka er ukendt, hvis man har en dækningsgrad på 95%. Der er en lille del af eleverne, som kan klare sig med en dækningsgrad på 95%, men langt den største del har brug for en dækningsgrad på 98%. Og 98% dækningsgrad, det betyder så, at 2% af ordene i teksten er ukendte, og at hver 50. 20. ord er ukendt, hvis du læser en tekst. Hvis man vender det lidt om, så kan man sige, så kan man så se på, hvor mange ord skal man kunne for at kunne udføre forskellige opgaver. Og den her tabel, vi har her, den viser altså, at hvis man skal have en dækning på 95%, som kun er de færreste elever, der kan klare sig med, så skal man for eksempel have et kendskab til 4.000 ordfamilier for at kunne forstå en børnefilm. Hvis man derimod skal have de 98% dækning, som langt de fleste har brug for, så skal du faktisk helt op på 6.000 ordfamilier for at kunne forstå en børnefilm. Og 9.000 ordfamilier for at kunne forstå en roman. Og det er måske værd at tænke over, når man tænker på, hvad er det for nogle elever, eller hvad er det for nogle opgaver, vi stiller vores elever overfor. Så kan man vende det på hovedet og sige, hvad tjener man så på hvert 1000 ords niveau? Altså hvad tjener man på at lære de første, eller de mest højfrekvente 1000 ord? Og så kan man se her, hvis I kigger i tabellen, at hvis man lærer de første 1000 ord på frekvenslisten, så har man knap 78% dækning af en given tekst. Og hvis man så lægger egennavn, eller det man kan sige, det der sådan er baggrundsviden til, så kan du måske få en dækning på 81%. Men altså, det er jo et ret højt procenttal, man tjener på at lære de første 1000 ord, kan man se. Fordi hvis man så de anden 1000, eller hvad skal man sige, det andet 1000 ords niveau, det tjener man så kun 8% på at lære. Og så kan man se, at det falder her nedad. Så jo højere vi kommer op i 1000 ords niveauerne, jo mindre tjener man på at lære hvert niveau. Og man kan så se her, at man skal faktisk helt op på 4000 ord for at have en dækning på 95, som var sådan i underkanten. Måske kunne en del af eleverne kan klare sig med det. Okay. Så er det angående testtyper. Da jeg skulle lave den her undersøgelse, så skulle jeg selvfølgelig vælge en testtype til, hvordan jeg skulle undersøge, hvor stor elevernes ordforråd er. Og de 2 testtyper, jeg har her på skærmen, det er VLT og VST. Det er meget brugte engelske ordforrådstest. Og det, der er fordelen med dem, det er, at det er standardiserede test, som er afprøvet, og de er velundersøgte, gennemtænkte. De test, de findes bare desværre ikke på dansk.
Og det at udvikle sådan en test selv, det var måske stof nok i sig selv til en hel masteropgave, så det kunne jeg ikke rigtig gøre. Så derfor valgte jeg at bruge den her testtype, der hedder VKL, som går ud på, at man har de her 5 spørgsmål, og så har man testordet, som bliver præsenteret for sig selv øverst, og så kommer de her 5 spørgsmål, og så kommer det næste testord, og så de her 5 spørgsmål. Og så følger der ligesom en pointtavle med, så testpersonen får point efter, hvordan han eller hun svarer til det enkelte ord. Det, der imidlertid er ulempen ved den her type test, er, at testordet bliver præsenteret, uden for kontekst. Så der står for eksempel bare fortælle, så skal eleven jo ligesom, hvis det havde stået i kontekst, ville testpersonen få hjælp der, men her præsenteres det helt for sig selv. Men det var den testtype, jeg brugte. Så var det, hvordan jeg valgte testordene til testen, og jeg valgte 6 testord fra hver 1000 ords niveau. Min oprindelige tanke var, at jeg gerne ville have 50 testord, men prøven eller testen blev simpelthen for lang, så jeg var bange for, at der ikke var ret mange af mine testdeltagere, der ville gennemføre testen. Så det endte altså med at blive 30 testord i alt, og 6 testord til hver 1000 ords niveau på de første 5.000 ords niveauer. Og jeg havde så testordene jævnt fordelt over 1000 ords niveauet, det vil sige, så de ikke alle sammen kom ned omkring 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Der var måske et mellem 100 og 200 og så videre. De var jævnt fordelt. Og så havde jeg gjort sådan, at jeg havde taget undervisningsmateriale fra folkeskolen, undervisningsbogen Eko og Glimt, som der bliver undervist i gymnasiet nogle steder. Og så havde jeg lavet en fælles frekvensliste for de 2 bøger. Og den sammenholdt jeg så med lemmerlisten for at finde ord, som jeg havde en formodning om, at eleverne kendte til. Eller de burde i hvert fald have en forudsætning for det. Og så havde jeg fordelingen af ordklasserne. Den repræsenterede virkeligheden. Det, for eksempel forholdsord, de findes udelukkende næsten kun i det første 1000 ords niveau. Så dem havde jeg der, men jeg havde ingen forholdsord i det andet 1000 ords niveau eller tredje. Og så havde jeg udelukkende testord, som kun tilhørte én ordklasse. Det er fordi, at nogle ord, for eksempel ordet at ringe, det kan jo både være et udsatsord, at ringe til nogen, men det kan også være en fingerring. Så der var en hel masse gode testord, som var rigtig mange gange på frekvenslisten, men som jeg ikke kunne bruge, fordi de optrådte i mere end én ordklasse. Den praktiske gennemførelse af min undersøgelse var på 3 skoler. Det var Fjølbrøtterskolen Sydlands og M. Hauer F. Bier. Og jeg havde valgt de 3 skoler, fordi de 3 skoler underviste i undervisningsmaterialet Glimt. Og det var 5 forskellige danskhold, jeg fik lov at teste på. Og der var 104 deltagere i alt, og 96, der gennemførte. Og jeg brugte programmet onlineundersøgelse.dk, det vil sige, at testdeltagerne tog undersøgelsen på deres telefon eller computer, og det tog sådan maks en halv time. Og det var rigeligt. Jeg tror ikke, testen skulle have været længere, så tror jeg ikke, de havde gennemført den. Jeg startede testen med nogle baggrundsspørgsmål. Jeg lod for eksempel testdeltagerne komme med et dæknavn, hvis de havde lyst. Undersøgelsen var anonym, så jeg kunne ikke bede om deres navn, men de kunne sætte et eller andet dæknavn ind, så de kunne få at vide, hvordan deres resultat var. Så bad jeg dem om at opgive køn, og hvornår de begyndte at lære dansk, og ikke mindst om de havde gået i skole i Danmark, og om de havde forældre med dansk som modersmål. Og det var for ligesom at finde ud af, om alle dem, der var topscorerne, om det bare var fordi, de havde danske forældre eller havde boet i Danmark. Det er måske lidt svært at se det her, men her har vi de 30 testord, de er herude i siden. Og så kan man se, hvor mange af testdeltagerne, der kender hver testord. Så det første testord var sammen, som 98% af testdeltagerne kendte. Og det testord, som færrest kendte, det var L, som 2-3% af testdeltagerne kendte. Her ser man antal ord, som testdeltagerne havde receptivt kendskab til. Og der kan man se, at der er for eksempel en testdeltager, der kun havde kendskab til 4 af de testord, der var i testen. Og der var 3 testdeltagere, der kendte 29 ud af 30. Men man kan se, at der er sådan en god, solid midte her. Her har jeg lavet en fordeling. Her kan man se forskellen på drenge og piger. Der var ikke lige så mange drenge som piger, der deltog i testen, men når jeg omregner til relativ procent, så kan man se, at der er en lille tendens til, at drengene placerer sig hernede
De er en lille smule overrepræsenteret hernede i den ende med dem, der ikke har så stort kendskab til ordene, testordene. Og pigerne er måske mere jævnt, lidt overrepræsenteret heroppe i den anden ende. Og det betyder, det er jo selvfølgelig en meget lille undersøgelse, måske kan det have noget at gøre med, at pigerne er mere pligtopfyldende end drengene, eller hvad ved jeg. Ja, nu er vi så kommet til det sådan, hvor godt testdeltagernes kendskab er til 1000-ordsniveauerne. Og hvis vi kigger her på den første søjle her, dem der ikke engang havde kendskab til de første 1000 ord, til det første 1000-ordsniveau, så er det faktisk over 40% af testdeltagerne, der ikke havde kendskab til det. Og det er sådan lidt en stor andel, må man sige, af testdeltagerne. Jeg fastsatte det sådan, at der var 6 testord i hvert 1000-ordsniveau, og jeg besluttede, at hvis man bare kendte 5 af de 6, så regnede jeg det som, at man havde kendskab til det 1000-ordsniveau. Der er ca. 20% af testdeltagerne, der har kendskab til det første 1000-ordsniveau. Og 18, der har til det første og andet 1000-ordsniveau. Og så omkring 14%, der har kendskab til første, anden og tredje 1000-ordsniveau. Så er der ingen her ved det fjerde, men der er til gengæld 7%, der har kendskab til både første, anden, tredje, fjerde og femte 1000-ordsniveau. Og hvis vi nu tænker tilbage til en af de første slides, jeg viste, så kan man sige, at hvis der er så stor en del af testdeltagerne, der ikke engang har kendskab til de første 1000-ordsniveau i dansk, så har de svært ved at løse de opgaver, vi typisk stiller dem over for i dansk undervisning, som for eksempel at læse en roman, eller læse en nyhed, eller hvad det nu kan være. Hvis jeg sådan skal opsummere resultaterne, altså opsummere testpersonernes kendskab til testord, så kan man sige, at i gennemsnit så havde testpersonerne kendskab til 19 af de 30 testord, det vil sige cirka til 2/3 af de ord, der var i testen. 75% af testdeltagerne havde en score på sådan +-5 fra middelscoren, så det vil sige, at der er sådan en solid midte, kan man sige. Og det, der karakteriserer de højst scorende i testen, det var sådan nogenlunde ligelig fordeling mellem køn. Og man kan sige, om de begyndte i danskundervisning i 5. eller 7. klasse. Det er ikke sådan, man kan sige, at det var alle dem, der startede i 5. klasse, der scorede godt. Der er ikke noget entydigt svar på det. Og ingen havde gået i skole i Danmark, men den fjerde bedste havde en forælder med dansk som modersmål. Så meget tyder på, at det i hvert fald ikke er skolegang i Danmark eller danske forældre, der har gjort udslaget i forhold til, hvem der havde det største kendskab til ordforrådet i testen. De 5 lavest scorende var alle sammen drenge, ingen med dansktalende forældre eller dansk skolegang. Og der var 3, der begyndte danskundervisning i 7. klasse, og 2 svarede andet. Hvis vi sådan opsummerer kendskabet til 1000-ordsniveauerne, så var det, som jeg kom ind på ret meget før, at 41% havde ikke kendskab til det første 1000-ordsniveau. Jeg tror ikke, jeg vil gentage tallene igen, vi har lige været åben. Men i hvert fald det, der sådan er hovedpointen, det er, at 60% af deltagerne havde kun kendskab til det første 1000-ordsniveau, eller mindre end det. Og så kan man så sige, hvilken betydning har undersøgelsens resultat for danskundervisningen. Du skal selvfølgelig huske, at det er en lille undersøgelse, det er med få testord. Men hvis den skal give et fingerpeg, så kan man sige, at det ville nok være gavnligt med en målrettet indsats i forhold til at alle elever får styr på de hyppigste 2000 forekommende ord på dansk. Og så skal vi selvfølgelig huske, at de 40% af eleverne, der har styr på de 2000 hyppigst forekommende ord i dansk, også skal have udfordringer. Og så mener jeg også godt, at man kan konkludere undersøgelsen, at det der med akademisk ordforråd i den obligatoriske danskundervisning i gymnasiet nok ikke giver den store mening. Og så har jeg lige et lille citat her fra Nation, som siger, at generelt er højfrekvens ordforråd så vigtigt, at alt hvad lærere og elever kan gøre for at sikre sig, at det bliver lært, er værd at gøre. Det citat synes jeg egentlig er meget fint her i forbindelse med den her undersøgelse. For det er nok der, vi skal starte med en indsats. Og så her som afrunding, så har jeg sådan 4 citater eller udsagn fra forskellige forskere inden for ordforråd, som efter min mening er værd at overveje. Jeg vil forklare hvorfor.
For det første så er det Stær, der siger, at størrelsen af ordforråd giver et godt fingerpeg om, hvordan elevens eller testpersonens generelle sproglige kompetence er. Så det vil sige, at nu hvor min undersøgelse viser, at eleverne ikke har så stort et ordforråd, så er det nok også et fingerpeg om, at deres generelle sproglige kompetence på dansk ikke er specielt stor. Så er det Birgit Henriksen, og hun siger, som jeg synes lyder meget fornuftigt, hun siger, med fare for at generalisere alt for bredt, vil jeg våge den påstand, at der foregår for lidt planlagt og systematisk undervisning i ordforråd. Grundlæggende tror vi som sproglærer på, at når eleverne først er nået ud over begynderniveauet, udvikler de primært deres ordforråd ved at læse meget. Og det er uden tvivl rigtigt, men at læse er næppe nok. Og det tror jeg simpelthen, hun har ret i. Spørgsmålet er så, hvordan vi gør det, hvordan vi fører det ud i livet. Og her fortsætter Henriksen, og hun sammenligner her i det her citat, der sammenligner hun hun tager tysk og fransk undervisning i Danmark og siger, at i forbindelse med dansk og fransk, er det særlig vigtigt at arbejde målrettet med udvidelse af elevernes ordforråd. For eksempel ved hjælp af forskellige typer af ordforrådsopgaver, da eleverne i de to sprog ikke i særlig vid udstrækning eksponeres for sprogene i deres fritid, i modsætning til den store eksponering, de udsættes for fra det engelske sprog, som finder sted hele tiden. Og her tror jeg roligt, vi kan trække en parallel til danskundervisning i Island, hvor vi jo også ser, at eleverne eller børnene hele tiden bliver udsat for eksponering for engelsk, men at det jo slet ikke finder sted i samme grad, hvad angår dansk. Hvordan fører vi det så ud i livet? Det er igen Birgit Henriksen, hun siger, vi savner således både kriterier for udvælgelse af det relevante ordstof, samt for valg af arbejdsformer, der målrettet fokuserer på ordforrådet. Det vil sige, det hun siger, det er, at vi mangler sådan set at få forsket eller undersøgt, hvordan gør vi det så rent konkret? Hvad er det for nogle ord, vi skal fokusere på, og hvordan skal vi gøre det i undervisningen? Men den gode nyhed for nu at stoppe på toppen, det er, at der er stadigvæk en gruppe på ca. 40% af eleverne, der har kendskab til både første og andet 1000 års niveau eller mere på dansk. Det kan vi glæde os over, og så vil jeg afslutte for nu. Tak. Ég heiti Brynhildur Anna og ég ein af 5 aðstandendum sprogverkefnisins sem rannsóknartengt samvinnuverkefni styrkt af Nordplus. Sprog hefur það að markmiði að skoða námsefni sem notað til dönskukennslu á lokaári grunnskólans í Færeyjum, Grænlandi og Íslandi, til sænskukennslu í Finnlandi og til kennslu í dönsku sem öðru máli á námskeiðum fyrir unga innflytjendur í Danmörku. Áherslur verkefnisins eru á tungumálið, orðaforða og menningarmiðlun. Aðstandendur verkefnisins eru hópur fólks frá 4 norrænum háskólum og svo dönsku og sænskukennarar í löndunum 4. Í fyrir rannsóknum okkar höfum við beint sjónum okkar að viðhorfi nemenda í dönsku sem námsgrein, tímanum sem ætlaður til dönskukennslu, faglegum bakgrunni kennara og dönsku í nærumhverfinu. Við höfum gert fyrir því sem þar kom í ljós á öðrum vettvangi og það því ekki til umræðu hér. Í dag skoðum við námsgögn og í sprogverkefninu eru námsgögn í brennidepli og þungamiðjan í mínu máli hér í dag forkönnunin eða pilótverkefnið. Við töldum nauðsynlegt að leggja fyrir forkönnun til að stilla saman strengi samstarfsaðila sem koma úr málfarsjarðvegi þar sem danskan og sænskan sem fyrsta og annað og þriðja mál hafa mjög misdjúpa rætur. Og sprogverkefni sem sagt gengur út af að greina valin námsgögn sem notuð eru til sænskukennslu í Finnlandi, dönskukennslu í Vestnorden og gögn til kennslu innflytjenda í Danmörku, með tilliti til kennslufræði, inntaki og efnisvali. Og að greina áherslur í kennslu og aðferðafræði sem liggja baki málfars og efnisvali, að greina stig málfarstilenkuna miðað við Evrópurammann og setja í brennidepil
áherslur menningarmiðlunar í námsgögnunum. Við gerð Evrópuramminn er lagður til grundvallar í námskrá í erlendum tungumálum í Finnlandi og Íslandi. Það er ekki gert í Danmörku og þar af leiðandi ekki í Færeyjum en þá og Grænlandi. Og það er miðað við að það stig sem heitir A2+ við lok grunnskóla. Við gerð íslenskra aðalnámskrárinnar var stuðst við Evrópurammann líka. Og ef við berum saman þriðja stigið í íslensku námskráni og svo aftur svona þetta millistig milli A2 og B1 í Evrópurammanum, þá sjáum við að þetta er ansi líkt. Það voru ekki notaðar merkingar Evrópurammans í íslensku námskráni, en hins vegar er þau kölluð stig 1, stig 2 og stig 3. En núna ætlum við sem sagt að kynna þessa forkönnun, fyrsta stig rannsóknarinnar. Og hún síðan munum við fara í miklu stærri rannsókn eins og ég nefndi áðan. Forsendur í þátttökulöndunum eru mjög ólíkar hvað varðar aðgengi að tungumálinu, tækifæri til að heyra málið og tala það, og það eru ólíkar áherslur í kennsluháttum. Og þess vegna vildum við finna þennan sameiginlega flöt til að ganga út frá við greiningu á námsgögnunum í framtíðinni. Og við völdum texta til þess. Það er náttúrulega einfaldast að velja texta vegna þess að þetta er svona konkrét og hann er svona konstant og það er hægt að leggja hann fyrir eins á öllum stöðum. Og forsendurnar okkar voru þær að við vildum að inntak textans átt að vera merkingabært fyrir nemendur. Textin þurfti að vera tiltölulega einfaldur fyrir Færeyinga og nemendur í tungumálabaði í Finnlandi. En að vera erfiðari fyrir Íslendinga og þá Finnar sem fá hefðbundna kennslu í sænsku og nýkomna nemendur til Danmerkur. Textin þurfti að vera hæfilega langur, einhvers staðar rúmlega 200 orð, mátti vera 250-300 orð og þyngdarstig eins og auðlesnar skáldsögur eða smásögur eða tímaritstexti á algengu daglegu máli. Það var sem sagt leiks 30-35 og falla að lýsingum Evrópurammans A2+ til B1. Svona textin hafði 2 efnisgreinar, þetta er bara byrjunin á þeim báðum. Og þetta virtist þegar við völdum þennan texta, þá virtist þetta nú bara vera svona eins og við segjum á góðri íslensku líúðarlannivæn. Og lýsingarnar, einkenni hans eru sem sagt þetta texti frá forlagsins hálfu sem er Gyldendal, texti á þrepi A2 á Evrópurammanum, hann hefur leiks 35, orðmyndirnar eru 172 og orð alls 295, 47 orð koma oftar en einu sinni fyrir og 248 einungis einu sinni fyrir. Og hins vegar, þegar við fengum en þetta eru hluti sem að Þórhildur mun koma betur inn á hérna á eftir. Þegar við fengum úrlesni nemenda kom í ljós mikið ójafnvægi í textan. Og það var yfir allan hópinn í öllum löndunum. Okkur fannst þetta mjög undarlegt og skrítið og skildum þetta ekki alveg. Þetta var jú texti sem hafði fengið merkinguna 35 og hann var merktur A2+ og þetta átti alltaf að vera pottþétt. En þegar við tókum efnisgreinarnar, hvora fyrir sig
og athuguðum lykstöluna eða þyngdarstigið á þeim, þá kom í ljós að allur textinn hefur sem sagt töluna 35 sem eru svona auðlesnar fagurbókmenntir og algengt tímarit. Fyrir hlutin hins vegar er svona dagblaðateksti og seinni hlutin hann er bara mjög léttur, barnabækur. Og þarna var sem sé komin skýringin á misræminu. Og það opnaði alveg nýjar dyr fyrir okkur að skoða þennan texta. Tilgangurinn með þessari forprófun var sem sagt að skoða texta skilgreindan á ákveðnu þyngdarstigi út frá orðaforða. Það var að leggja mat á textan út frá tiltækum viðmiðlum, lykstölu, Evrópurammanum og aðalnámskrá. Og það var að meta hvort þanþol textan stenst merkingarnar A1 til A2 plus. Og svo var að skoða orðaforðatextan eins og hann speglast í viðbrögðum nemenda. Við vorum ekki að athuga árangur einstakra nemenda. Við vorum ekki að skoða mun á telpum og drengjum. Við erum að skoða námsefni sem að lagt er fyrir nemendur. Fyrirlögnin, hún hafa lagt þetta próf, litla próf sem var þessi texti sem að þið sáuð hérna áðan. Þetta er bara svona lítið texti og hann var lagður fyrir í öllum þátttökulöndunum í nóvember og desember 2018. Í Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og Danmörku fengu nemendur textan á dönsku en hann var þýddur yfir á sænsku fyrir finnsku nemendurna. Við vildum hafa verkefnið einfalt í fyrirlögn og framkvæmt. Það átti ekki að taka langan tíma, það átti ekki að þurfa undirbúning og ekki mikið umstang. Við treystum á sjálfsmat nemenda og að þeir myndu leysa verkefnið með því sem var nefnt götuljósa aðferðin. Götuljósa aðferðin er þekkt úr grannmálakennslunni, nágrannamálakennslunni. Þar sem að verið er að sýna börnum eða fá ungt fólk til þess að sjá hvað sænska, norska og danska eru lík. Og okkar fyrirlögn var sem sagt ef að þið skiljið orðið, þá merkið það grænt. Ef þið skiljið það ekki, þá merkið það rautt. Og svo var það grátt ef þið voru í vafa. Og þetta gekk nú ágætlega. Inntak textans var líka þekkt að því við töldum, það var Lego. Þáttakendur á Íslandi voru 81 nemandi í 10. bekk. Í 2 skólum í Reykjavík. En í heildina þá voru þetta 284 nemendur í öllum löndunum. Og hér sjáum við sem sagt yfirlit yfir heildarskilning á þeim orðum sem að þeir töldu sig skilja á Íslandi. Og þetta voru 81 nemandi og við skiptum þeim eftir því hvað þau, svona hver þráður sem sagt er einn nemandi. Og eins og við sjáum að þá er þarna svona það bil 1/3 af nemendunum sem að er svona á A2 plus rófinu. Annar þriðjungur er á A2 og svo er það hinir sem eru rétt að byrja á A1, A1 plus. Og ef við leyfum okkur að draga einhverjar ályktanir af þessum niðurstöðum, sjáum við að góður þriðjungur nemendanna í nóvember er komin nálægt því að öðlast 3. stigs hæfni. Hæfni í samræmi við A2 plus og eiga því ef vel er á haldið og ef þeir fá efni og ögranir við hæfi
að geta feta sig inn í B1 sem er annað þrepið í námskrá framhaldsskólans. Hópur 2 fylgir fast á eftir og ætti með góðun á móti að geta náð A2+ hæfni við lok skólaársins. Þriðji hópurinn þarf meiri stuðning en er hreint ekki á vonar völ. Það er alveg von með hann. Við sjáum að textinn stóðst væntingar að mæla samspil nemenda við texta á A2+. Þeir fengu textan án alls undirbúnings, leystu án aðstoðar kennara eða jafningja og textinn hann markaði efrið hálfmörk hópsins sem hefur mesta hæfni og hann sýndi hæfni líka á lægri stigunum. Og hvað lærðum við svo af legotextanum? Textinn merktur A2+ sýnir breidd í nemendahópnum. Að greindur orðaforðaskilningur nemenda er bara einn vinkill af mörgum. Við þurfum að skoða að setja miklu fleiri viðmið inn þegar við skoðum svona texta sem ef hann á að gagnast nemendum. Líkstala eða tíðni er ekki einhlítt viðmið. Svo komumst við að því að sjangrar eins og við sáum þarna í þessum 2 hlutum textans eru miserfiðir í lestri. Fyrri hlutin er svona típiskur upplýsandi texti svona og seinni hlutin er mjög línuleg og fín frásögn. Og svo komst við líka að því að það skiptir óheimi miklu máli hvernig setningagerðin er, hver staða frumlagsins, andlagsins og umsagnar er í málinu á þessu stigi tungumálanámsins. Og svo aftur þá komumst við líka að því að almenn þekking á norrænum fyrirbærum eins og Lego er ekki algild á tímum alþjóðavæðingar. Og þá hef ég nú lokið máli mínu og ætla að gefa Þórhildi orðið sem ætla nú að dýpka þetta allt fyrir okkur. Þakka okkur fyrir. Já, komið sæl. Ég þakka ykkur Trine og Brynhildur fyrir ágæta fyrirlestra og ég er lestina í þessari málstofu. Þórhildur heiti Oddsdóttir, aðjunkt við mála- og menningadeild Háskóla Íslands og ég er ásamt Brynhildi og 3 öðrum hluti af norrænum rannsóknarhóp. Og að einhverju leyti mun það sem ég segi skarast það sem að Brynhildur sagði, en vonandi verður það einhver viðbót sem að skila sér og einhver skilning á því sem á undan er komið. Og já, það er það sama verkefni sem að er að tala og verður sömuleiðis gerð grein fyrir þeim þáttum sem voru rannsakaðir í pílotverkefninu, en líka svona í kringum þá þætti sem að voru til athugunar. En allt er þetta upptaktur að aðalviðfangsefni norræna verkefnisins. Og það sem við ætlum að gera er að eins og reyna þegar er komið fram að hvernig maður skilgreinir orðaforða í tungumálnámi, hversu stór er hann og hvernig er hann valinn eða hvað þarf til að velja hann. Og það sem að við höfum, þau verkfæri sem við höfum til þess að sinna þessu, það er að miða við Evrópurómann. Það er skilgreiningar sem þar fylgja. Við getum notað LIX þó að það sé ekki einhlítur mælikvarði, að þá kemur hann að gagni líka. Og svo að vinna með tíðni orðana. Að skoða
hvað tíðni hefur að segja fyrir texta, skilning, læsi, lesskilning og við komum að þessu þyngdarstig textan sem er hérna til athugunar að hann er að þrepi A2 plus og við sjáum hérna vinstra megin á glærunni hvaða viðmið eru notuð á þrepi A2 og hvaða viðmið eru notuð á þrepi B1 og svona á þetta vera tákgrænt að þeir sem eru svona komnir svona hér bil á enda í A2 og eru að fikra sig yfir í B1 að það myndi líta svona nokkurn veginn þarna út. Reyndar voru þessi skil afskaplega skörp. Evrópuramminn var kynntur almenningi 2001 en það 2009 sem að koma svona, kemur eitthvað nýtt inn og þar á meðal það þessi plus þættir. En ef við byrjum svona á leiksinu, að útskýra hvað það er. Það tala sem grundvölluð á meðalfjölda orða í setningu og annars vegar og hlutfalli orða með 6 eða fleiri bókstafi. Og við tökum dæmi ef að meðallengd setninga 15 orð, það ekki endilega mjög langa setningar en kannski lengra í kantinum, og að hlutfall langra orða í öllum textunum 25, þá þessa tölu bara lagað saman. Meðallengdin 15 og hlutfall þar sem 1/4 af orðunum eru 6 stafir eða lengri og þá höfum við texta sem hefur gefið liksi 40 sem svona á mörkum þess að vera fremur létt og meðalþungt. Likstala hefur stundum verið gefin upp á léttlestrabókum og hefur þar með auðveldað kennurum og foreldrum við val á hæfilegu þyngdarstigi bóka fyrir nemendur og börn. En það annað sem að kemur inn hér. Þetta sama myndin á textunum á áðan og við sjáum greinilega að rauðar merkingar eru algengari í fyrri hluta textans og þetta bara ósköp svona venjulega nemendi. Þetta hvorki góð, getur við sagt, né slök úrlausn, bara ósköp svona meðal. Og sjá. Og hérna, já, sem sagt að rauðumerkingarnar eru þarna meiri og okkur þótti þetta skrítið og fórum sem sagt að skoða þetta nánar og sem sagt greiningin á fyrri hluta textans að þar miðlað upplýsingum eða staðreyndum og hver setning leiðir ekki endilega af sér aðra. Það að segja það ekki endilega ákveðið samhengi þar á milli. Það svona að hluta til einhvers konar upptalning. Svo uppbygging setninga, hún talsvert flókin. Og meðal annars má nefna að frumlag margra setninga samsett. Og hér eitt dæmi. Den største danske legoforening hedder. Og þetta alls ekki lengsta frumlagi sem við fundum í textanum. Þannig að þegar að frumlagið orðið svona langt, að þá getur það flækt málin fyrir nemendum sem að ekkert endilega allt of vanir að lesa svona flókna setningar. Seinni hlutin aftur á móti svona línuleg frásögn sögð í þriðju persónu, þetta svona svolítið eins og saga. Setningarnar eru frekar einfaldar í uppbyggingu og frumlagið oftast bara eitt orð. Eins og dæmi hérna, hann lægiði. Sögnin kemur bara sem orð númer 2.
og það auðveldar þetta talsvert mikið. Og síðan samsetning af orðaforðanum sem að kemur hérna öll orðin. Þetta svona kannski heldur í lengri kantinum þegar mælt með svona texta 200 plus en hann reyndist vera 295 en af þeim eru 248 orð sem kom bara einu sinni fyrir. 47 orð sem að koma fyrir tvisvar og upp í 11 sinnum. Og það gerir alls 172 orðmyndir. Og svona sem viðmið sem oft notað þegar verið að fjalla orðaforðafræði að orð þurfa að koma fyrir alltaf 20 sinnum og helst í ólíku samhengi til þess að festast í minni. En auðvitað þetta aðeins stuttur texti og bara notar hérna sem dæmi til þess að finna hérna svona sameiginlegan grundvöll í þessum 5 löndum til að vinna með hvar eru nemendurnir staddir eða hvar hægt að, eða til hvers eiginlega hægt að ætlast. En þegar komið svona að fara að skoða orðaforða, það segir sig kannski sjálft að orðaforði í námsbókum, það auðvitað orðaforði sem nemendin á eða þarf eða verður að læra eða stendur til boða að læra á námsferli sinni í ákveðnu tungumáli. En þetta kannski ekki alveg svona einfalt. Hver ákveður hvaða orðaforði kynntur í námsbók eða námsefni og við hvað miðað þegar valdir eru textar fyrir nemendur, til dæmis í 7., 8., 9., 10. bekk. Við hvað hægt að miða? Eitthvað sem veit það? En orðaforði samsettur í svona stórum eða grófum dráttum, annars í kerfisorð. Það eru þessi litlu orð sem að eiginlega bara líma textan saman, sem að segja hvernig inntaksorðin, hvernig þau hanga saman, hvert hlutverk, þarf að segja hvernig þau tengjast og hvernig þau eiginlega mynda merkinguna. Kerfisorðin eru að hluta til eða gegna hluta til málfræðilegu hlutverki og þau bera ekki endilega svona eiginlega merkingu ein og sér, svona eins og forsetningar, samtengingar, fornöfn og einhver hluti atviksorða. En þau hafa sem sagt þetta hlutverk að tengja saman og gera textana ákveðinni heild. En inntaksorðin, þessar sagnalýsingarorð, nafnorð og einhver leyti háttaratviksorð, þau eru það sem að gefur merkinguna, gerir textan merkingabæran og eins og við öll vitum að þá endalaust hægt að búa til nýjar sagnir, ný lýsingarorð og ný nafnorð og þar af leiðandi þetta opinn flokkur og þetta eru flokkur sem stækkar. Kerfisorðaflokkurinn breytist sáralítið ef þá nokkuð. En eitt af því sem að svo notað til þess að vinna með í kennslu, það byggir á miklum og margvíslegum rannsóknum sem hafa verið stundaðar á orðaforða í einkum enskumælandi löndum og bara sem dæmi má nefna 2 nýsjálendinga, Paul Nation og Avery Coxet. Það nöfn sem hefur borið hátt í seinni tíð. Meðal annars hefur Nation útbúið orðaforðapróf sem ekki hefur verið notað og Trína nefndi dæmi það núna áðan. Coxet hefur unnið mikið með sérhæfða orðalista, meðal annars akademískan orðalista sett saman. Og
það gerir það líka að mögulegt að útbúa námsefni þar sem að haft til hliðsjónar eða hefður til hliðsjónar ýmiss konar viðmið og enskan hefur haft sérstöðu að því leyti að þessar mælingar á tíðni í orðaforða enskunar hafa lengi verið til og þar kemur fram að hver eru 1000 algengustu orðin og þetta á alveg örugglega við fleiri tungumál en enskuna. Í 1000 algengustu orðunum það verulega mikill hluti kerfisorðana og það sem sagt sjálf sér auðvitað ekki nóg að læra bara kerfisorðin og vera komið þar upp í kannski 600 orða fjölda því að það lærist ekkert nema í samhengi. Það kostur að hafa aðgang að tíðnimælingum og til skamms tíma hann staðar en kannski í enskumælandi löndum. Þetta auðvitað við allt að það voru fyrst og fremst ritaðir textar sem voru lagðir til grundvallar tíðnimælingum. En með aukinni tækni þá náttúrulega orðið mögulegt að taka talmál og greina það. Á síðustu áratugum, síðustu aldar, þar að segja á 9. og 10. áratugum, voru möguleika tækninar mun minni en nú og orðaforðarannsóknir þeim mun tímafrekari. Bara svona dæmi má nefna að Hannah Goose, hún varði doktorsritgerð sína 1995 og hún hafði sett sér að útbúa lista yfir kjarnaorðin í dönsku. Hún safnaði orðum úr blöðum, bókum og tímaritum og var komin í 1250.000 orðabanka sem hún vann svo upp úr og með þeim aðferðum sem hún beitti að þá finnur hann út að kjarnaorðaforðin í dönsku 1117 orð. En nóg að tilengja sér þessi 1117 orð? Varla. Það líka til dönsk tíðniorðabók sem að ég notaði hérna fyrst þegar ég var að byrja að garfa í orðaforða. Þar listuð upp 5.000 algengustu orð í dönsku en það gert án þess að greina á milli ólíkra merkinga orða sem eru skrifuð eins og til dæmis stórt stendur bæði fyrir forsetninguna í upphafi setningar og annarra persónu fornafnið þið. Og það náttúrulega segir sig sjálft að maður verður ekki mjög nákvæmur með svona mælingum. En Danir, Norðmenn og Svíar tóku sig saman eða höfðu samráð það að byrja að vinna upp tíðni orðabanka eða orðabanka sem hægt var að vinna upp úr tíðni knippi, 1000 orðatíðni knippi upp í 10.000 eins og Trína kom inn á áðan fyrir hvert tungumál fyrir sig en þess að höfðu samráðum vinnubrögð og tilgangurinn var meðal annars að vinna upp akademískan orðalista en sem sagt það ekki mikið sem að við höfum með það að gera akkurat núna í grunnskóla eða skyldunámi eins og Trínu nefndi alveg. En sem sagt kerfisorðin eru stór hluti af fyrstu 1000 orðunum, inntaksorðin dreifast á öll tíðniknipin alveg upp í 10.000 og sjálfsagt eru til fleiri
orð sem hægt að tína til, en þar eru þá eingöngu, trúi ég, eingöngu inntaksorð. Þó að þau séu kannski hlutfallslega lítill hluti af öllum orðaforðanum, að þá þetta samt orð sem eru notuð þó það sé sjaldan og kannski þá frekar í ákveðnum tilgangi. Það líka þetta með að nemendur á þessu stigi geta bjargað sér bærilega með 2000 orða magni. Það allavega góð byrjun, en nemandinn þarf að komast lengra til þess að verða sjálfbjarga. Þess að tala þrep A1 og A2, það byrjendur, og skilin frá A2 yfir í B1. Það kannski mörkin á milli þess að vera byrjandi og að verða sjálfstæður málnotandi. En til þess að verða vel læsa texta þarf skilningurinn að ná í alltaf 98% orðaforðans í textanum, og það þá ekki mjög þungir textar eða mjög viðamiklir textar eða orðmargir textar sem að taka til fyrstu 2000 orðana eða algengustu 2000 orðana, en algengur orðaforði í skáldsögum af léttara taginu kannski kringum 4000, fræðitekstar fara hærra 8000, 10.000 eða meira, sem að akkurat það sem að menn fást við í háskólanámi gjarnan. Og þá getum við komið að því hvernig tíðnimælingin í textanum, eða hvernig mældist tíðnin í textanum. Og það kom í ljós að 75% orðana meðal 1000 fyrstu. 7% svo næsta 1000, frá 1001 upp í 2000. Það þýðir sem sagt að 82% orðana, 75 + 7, meðal 2000 algengustu orðana í dönsku, sem þýðir að 18% tilheyra öðrum tíðniflokkum, og ef maður fer að skoða betur, þá deilast það heila 6 tíðniflokka. Þetta 2000 +, 3000 +, 4000 + og upp í 7000 +. Þannig að þetta mjög svona dreifður orðaforði, hægt að segja, sá sem ekki innan þessar 2000 orðamarks eða mengis. Nú, ef við höldum okkur við þennan texta enn og aftur, ég nefndi áðan að orðmyndirnar 172. Þriðjungur nemenda til þess að skilja 100 eða færri, og það fór býsna langt niður í 35 eða eitthvað, en þetta 58% af orðmyndunum sem voru til umræða, þannig að einhver hluti þessa þriðjung sem að merkti eða taldi sig skilja fæst orðin, að hann þá í teljast þarna skilin. Annar þriðjungur liggur þá á bilinu frá 101 orð upp í 135, og þeir nemendur þá komnir með 78% skilning. Síðasti þriðjungurinn liggur á bilinu 136 til 168 orð. Það var enginn sem að náði alveg öllu, en þarna komið í 98% af orðunum sem að koma fyrir í textanum, eða orðmyndunum, reyna að nákvæm. En þá getum við komið aðeins að niðurstöðum textans, að textin sýnir meiri breyti í skori nemenda en reiknað var með jafnvel, og það í öllum þátttökulöndunum. Textin flóknari en aðstandendum rannsóknarinnar sýndist í upphafi, en niðurstöðurnar gefa samt gott veganesti til að vinna áfram með þetta. Og
síðan ferðum þessu nú að ljúka hérna, að það framhaldið og reyndar var Brynhildur búin að nefna þetta, við munum nú fara í það að greina algengar námsbækur með tilliti til orðaforða, orðasviðs og áherslur í málnotkun. Við ætlum að skoða sjangrana, almenna texta af ýmsum toga með nokkuð fjölþættum orðaforða eins og stendur í aðalnámskránni frá 2013. Við ætlum að athuga þetta með norræna sjónarhornið, hvort það framvinda eða stígandi í námsefninu, þó að við ætlum kannski að beina að hafa brennidepilinn mest í kringum 10. bekk, að þá ætlum við að taka svona einhverja stikkpröfur frá 7., 8. og 9. og svo í framhaldsskóla til þess að sjá hvernig framvindan og hvernig stígandinn Og svo að lokum hvernig heimurinn birtist í námsefninu, hver heimsmyndin sem að höfundar námsbókana ætla nemendum að vinna með, því að það hlýtur alltaf að vera einhver meðvituð eða ómeðvituð stefna í því hvað talið hæfa nemendum að fást við, bæði efnislega og svo auðvitað þess að snertir orðaforðan. Og innihaldið verður skoða með tilliti til þess hvernig þeir spegla viðhorf þeirra sem velja texta og þegar litið til þátta eins og samfélags, menningar, umhverfis, áhugamála og svo heimsmyndarinnar. Og þá hef ég lokið máli mínu, þetta síðasti fyrirlesturinn af 3 í málstofu á vegum RÍM, rannsóknastofu í máltöku. Það verða fleiri málstofur innan þessa eða undir þessum formerkjum, en við höfum lokið okkur af. Þakka fyrir.